Já, góðan daginn. Ég býð ykkur öll velkomin hér á bæjarstjórnarfund númer 504. Fundurinn haldinn í fundarsal bæjarstjórnar í stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði og í dag 15. desember 2022 og klukkan 17:17. Mætt eru til fundarins bæjarfulltrúarnir Gylfi Ólafsson, Jóhann Birkir Helgason, Kristján Þór Kristjánsson, Nanný Arna Guðmundsdóttir, Magnús Einar Magnússon, Elísabet Samúelsdóttir, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir og Arna Lára Jónsdóttir og jafnframt Dagný Finnbjörnsdóttir hér í forföllum Steinunnar Einarsdóttur. Starfsmaður fundarins Bryndís Ósk Jónsdóttir. Ég segi fundinn settan. Á dagskrá eru 22 mál og fyrsta málið eru gjaldskrár 2023. Hér tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1223 sem framfór 12. desember síðastliðinn að bæjarstjórn samþykki gjaldskrá meðhöndlun úrgangs árið 2023 og gjaldskrá félagslegt húsnæði 2023. Varðandi seinni liðinn, félagslegt húsnæði, að þá hefur velferðarnefndin verið að vinna reglur félagslegt leiguhúsnæði, en þær reglur munu koma inn til bæjarstjórnar á næsta fund. En í fundargerð frá velferðarnefnd að þá vill velferðarnefnd benda á það að falli verði frá kröfum að standa skil og tryggingafé og vísa ég þá í bókun frá velferðarnefnd. Þið ekki rétt að taka þetta fram hér. Þá hérna einnig varðandi gjaldskrár meðhöndlun úrgangs. Þetta fékk umfjöllun í umhverfisnefnd en nefndin bókaði varðandi endurskoðun á gjaldskrá að hún verði gerð í vor aftur þegar reynsla verður komin á þessa nýju nálgun. Þannig að þetta lagt hérna fram til samþykktar en ég ætla að gefa ykkur tækifæri til þess að tjá ykkur þessi mál. Orðið laust. Nanný Arna hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir gestir, varðandi þessa gjaldskrá sem kemur hér inn, hún fékk góða umfjöllun í umhverfis- og framkvæmdanefnd í síðustu viku og þar sem við fengum líka starfsmenn sem hafa séð að hafa tekið þátt í þessum hraðli á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga við að innleiða þessar breytingar. Fengum þessar starfsmenn á fund hjá okkur og mér langaði bara til að þakka þeim kærlega fyrir sín störf. Útskýringarnar þeirra og svo vinna sem hefur farið fram ótrúleg. Þeir eru nánast þeir eru allavega sérfræðingar okkar sveitarfélag sem nánast orðnir sérfræðingar á Íslandi sorp og úrgang. Það sem að gerist núna áramót að sorpgjöldin breytast, þeim verður skipt upp í fastan kostnað og svo gjald fyrir hverja tunnu. Og fasti kostnaðurinn þá kostnaður sveitarfélagsins við að farga rusli og rekstri funa og svo rekstur á gámastöðum. Sá kostnaður deilist niður á fasteignanúmer. Úrgangur í sorptunnum, kostnaður við það fer eftir hvað þú ert með margar tunnur, hvað þú vilt gera mikið sjálfur, hvað þú ætlar að taka til í þínum ranni varðandi úrgang, hvort þú ætlar að bara taka þetta föstum tökum og minnka svolítið sorpið sem frá því kemur. Það sem gerist núna strax að íbúar í fjölbýlishúsi þeir munu finna fyrir því að gjöldin lækki þar sem að það var tekin ákvörðun að deila kostnaði við tunnurnar á fermetra húsnæðis
Þannig að í fjölbýlishúsi þá þetta bara eins og með skiptingu á rafmagnsreikningi, að það bara deilt niður eftir því hvað þú ert með hérna stórt húsnæði þá eftir eignaskiptasamningum. Það var svona það var lendingin og það held ég lendingin sem verður á öllu landinu. Ísafjarðarbær hefur fram til þessa tekið á sig svona 8-10% af kostnaði við förgun úrgangs. Þannig að breytingarnar verða ekki miklar við þessar nýju reglur þar sem kemur bara skýrt fram að sveitarfélögum óheimilt að taka á sig kostnaði vegna förgun úrgangs og söfnun. En við skulum átta okkur því að það eru sveitarfélög sem hafa jafnvel borgað hátt í 70% af þessum kostnaði og núna þurfa þau sveitarfélög að henda þessum kostnaði bara út á íbúana. Það getur verið sárt, en sem betur fyrir þá þurfum við ekki að gera það. Heldur erum við að jafnvel að lækka gjöld hjá einstaka íbúðum. En þetta næsta ár verður ár þar sem við erum bara aðlagast þessu kerfi. Umhverfisnefnd lagði ríka áherslu á það að reglurnar eru tækða að gjaldskráin eru tekin upp aftur í vor. Þegar við værum búin að sjá hvernig þetta reynist og við værum búin að gefa starfsmönnum aðeins meira rými til þess að finna bestu lausnirnar fyrir okkur. Þannig ég hvet ykkur til þess að samþykkja þessa gjaldskrá og fylgjast svo bara með þessum málum. Það núna allstaðar verið að bjóða upp á fræðslu úrgangs, hringrásarhagkerfi, borga þegar hent jari. Takk. Takk fyrir þetta, Nanni. Arna Lára hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur og ég ætla að byrja bara að taka undir með Nanni að starfsmenn okkar eru orðnir algjörir sérfræðingar í þessum málum og við vorum báðar á sikkoru fundin á sambandinu gær og starfsmenn sambandsins eru hrikalega ánægðir með okkur hvað okkar fólk er að standa sig vel, en það eru eitt af 2 sveitarfélögum sem eru að taka þátt í hraðanum og það held ég sé bara mikið gæfuspor að nú bara verið að þrýsta okkur að gera þetta bara strax ótrúlega vel. Og eins og kemur hér fram, þá erum við rauninni komin rauninni á undan ráðuneytinu. Það kemur nú fram eftir samþykktina. Við erum komin á undan ráðuneytinu hvað það varðar. Það sem skiptir máli, þetta er náttúrulega risastórt mál og þó svo að okkur finnst við vera með ótrúlega mörgum svona spurningum sem er enn ósvarað og svo Nanni sagði þá verður svolítið næsta ár að við erum að reyna svolítið að finna okkur í þessu nýja kerfi. Og þá leggur þannig kannski svolítið áherslu á okkur sem störfum stjórnsýslunni að það er að kynna þetta vel fyrir íbúum og við erum búin að vera að undirbúa rauninni fréttakorn hvað er að fara að gerast. Þannig að við munum birta það núna næstu dagana og við munum senda bréf á húsfélög og við erum að opna íbúafundi og við munum gera það sem við getum til þess að upplýsa íbúa þessar breytingar sem eru í vændum. Og það verður spurt og svarað á vefnum og svona, þannig að ég held að það verður svona stærsta áskorun okkar, það verður að kynna þetta og ná íbúum með okkur í þetta stóra verkefni. Ég hef nú verið að segja fólk, ég held að þetta verður svona fyrirmyndaverkefni og að við erum að gera þetta alveg ótrúlega vel og ég held að við ættum að vera bara svolítið ánægð með starfsmenn okkar þegar kemur að þessu. En það sem þarf að gerast núna, við þurfum þetta bara að fjölga gáfum á grenndarstöðum og við þurfum að skoða að kaupa tunnum, það bara strax í janúar. Ég sá í fréttum í vikuna að Sorpa að skoða útboð á tunnum og það er spurning hvort við getum teikað það útboð, en þetta er eitt af verkum sem við þurfum bara að skoða. Við þurfum að panta limmið á tunnur og fleira, þannig að við erum svona nokkurn veginn komin áleiðis með stjórnsýslunni í kringum þetta verkefni. Núna er þetta svona verkefnin, axelverkefni sem eru framöndan og en ég sé að þetta bara hvar sem þið komið bara að við þurfum að hjálpa staðið við að kynna íbúum okkar fyrir þetta og vera bara svolítið ánægð með okkur. Þetta er ótrúlega flott verkefni og við erum að standa okkur ótrúlega vel. Takk, Arna Lára. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Já, Jóhann Birkir hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar. Bara að gera grein fyrir atkvæði mínu eftir. Almennt séð er ég ekki hlynntur
hækkun á gjaldskrá. Gjaldskrá hækkun fyrir sérbíli tæp 19% núna, en aftur á móti gjaldskrá lækkun á fjölbíli, misjafnt eftir tegund fjölbílis. Þetta eru þó ekki nema 11.000 krónur á ári, en það bil 1.000 krónur á mánuði. En ég held að þrátt fyrir þessa hækkun þá mun ég styðja þetta, því að þetta nú bara nauðsynlegt fyrir okkur. Við höfum síðastliðin 20-30 ár staðið okkur vel í þessu. Við höfum verið til fyrirmyndar í flokkun í mörg ár og það gerir það verkum að gjaldskráhækkun verður ekki meira en þessi, ólíkt öðrum sveitarfélögum. Þakka þér fyrir, Jóhann Birgir. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Já, Kristján, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, við höfum einhvern veginn trúum það að við séum ekki að koma þetta upp í síðasta skipti að ræða sorpmál eða hringrásar, hagkerfi eða annað slíkt. Þetta að verða og mun sennilega verða eitthvað allra skemmtilegasta kjörtímabil sem að Nanny hefur lifað, gerir ráð fyrir. Það mun sennilega vera að koma inn á hvern einasta fundi á okkur, en það svo sem allt í lagi, því að þetta mikilvægt. Þetta á eftir að verða, held ég, okkur til góða, en þetta verður örugglega líka þungt og mikið vesen og hversu mikið sem að við náum að vanda okkur, þá verður örugglega eitthvað sem að við getum gert betur. Ég vil þá bara minna á það sem ég hef minnt á hérna áður, og Arna Lára nefndi hérna áðan og ég geti komið upp í næsta lið, en ég taki það ekki bara hér, að kynning algjört lykilatriði, og eins held ég að við þurfum, að því að þetta bara fyrsta skrefið og það verður örugglega breytingar á þessu, bæði sennilega gjaldskrá og sorphirðu. Það var alveg eftir að koma í umræðina grenndargámar eða grenndarstöðvar eða annað slíkt, þannig að þess vegna ég að segja að þetta ekki síðast skipti sem við erum að ræða sorp eða úrgang hér. Eins þurfum við þá að gera betur varðandi lífrænan úrgang heldur en okkur hefur tekist, eða þeim aðeins sem hafa verið að taka á móti slíkum og óskuðu eftir því á sínum tíma, og ýmislegt meira sem við þurfum að gera betur í þessum málaflokki. En númer 1, 2 og 3 held ég að í framtíðin, þegar við erum að skoða þetta, breyta reglum og gera annað, að gera kleift að það sé einhvers konar hvati bæði í gjaldskrá og í flokkunum, að við hendum minna af rusli, söfnum minna af rusli og reynum að bæta okkur í því, bæði endurvinnslu sem við getum nýtt og því magni sem við erum að nota og kaupa og henda. Og að vísu breytist þetta nú sennilega lítið nema þrýstingurinn komist upp til framleiðanda, því að það mjög erfitt fyrir okkur að minnka sorphirðu á ýmsum leyti pappa og plasti þegar þetta hrúast inn á heimilinu, við bara hreinlega kaupa inn í matinn. Þannig að gjaldskrá í framtíðinni þarf að vera þannig að fólk á að geta vonandi lækka hjá sér kostnað en við að lifa minimalískalegu lífi, sko. Það á að vera hvatinn í kerfinu hjá okkur. Varðandi annan lið, að það eru fleiri atriði í þessum lið, gjaldskrá 2023, það almennt félagslegt húsnæði. Það líka held ég mjög mikilvægt, og hvernig sem hægt að koma við, að það þarf að kynna fyrir þessu fólki þær nýju reglur sem verða samþykktar hér seinna meir og gjaldskrár hækkanir, því að þetta eru töluverðar hækkanir fyrir suma aðila, ekki alla, og ég held að sé ágætt að þessu sé komið til skila áður en kannski fyrstu reikningu með fyrstu hækkun berst til fólks. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Kristján. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið, gjaldskrár? Svo ekki.
Þessar 2 gjaldskráir eru hér lagðar fram undir einu máli, gjaldskrár 2023, og ef að bæjarfulltrúar hafi ekki athugasemd þá mun ég bera þetta upp í einu lagi. Og það er enginn sem að gefa merki það, þannig að þá ber ég þetta upp til samþykkis og bið þá sem eru samþykkir þessum breytingum á gjaldskrá að þeir gefa merki. Og þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í annan lið. Þetta er samþykkt meðhöndlun úrgangs. Hér er lögð fram til síðari umræðu samþykkt Ísafjarðarbæjar meðhöndlun úrgangs. Og orðið er laust. Nanný, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, hérna er lögð til samþykktur meðhöndlun úrgangs sem er í takt við reglugerð sem tekur gildi áramót meðhöndlun úrgangs. Skemmtilegt er það að það er ekki ennþá búið að samþykkja lög meðhöndlun úrgangs frá ríkinu. Þau eru í samráðsgátt og það er frestur til 23. desember til að skila inn athugasemdum. Þannig að við munum samþykkja þessi drög af því þetta átti að vera síðasti bæjarstjórnarfundurinn okkar, eða samþykkja þessa samþykkt af því þetta átti að vera síðasti fundurinn okkar fyrir áramót, en væntanlega þurfum við að leggja hana svo fram aftur og breyta þá nafninu á samþykktinni af því að þá er komið ný lög sem við þurfum að vísa í. En ég vek athygli á að það er þessi athugasemdafrestur til 23. desember og lögin 9 eru ekkert mjög ólík þessum sem er í gildi nema ólíka reglugerðinni, nema það eru þarna vafaatriði sem mér þykir rétt að bera upp hér, að það er sem sagt með móttöku byggingar úrgangs að það er svona álitamál hvort að það sé á ábyrgð sveitarfélaga að byggingar úrgangur sé 70% endurnýtanlegur eða hvort að sveitarfélögin eigi bara að hafa móttökustöðvarnar þannig skiptingu að það sé hægt að deila byggingarúrgangi niður í mismunandi flokka og að 70% af þeim flokkum verði endurnýtanlegur og það sé þá hlutverk verktaka að sjá það. Það er álitamál sem er í umræðunni. Annað sem er kannski erfitt fyrir okkur að takast á við hér, það er dýrahræ. Skemmtilegt að segja frá því að það er eins og það hafi ekki látist neitt búfjárnaður á Vestfjörðum síðustu árin því að það er hvergi gert grein fyrir að dýrahræ hafi verið urðuð eða send í burtu. Úrgangur frá dýrum er heldur hvergi skráður en þetta við þurfum að skrá þetta allt núna og gera grein fyrir hvað við ætlum að gera við þessu hluti. Ég held að spítala úrgangur fer væntanlega bara sína réttu leið en verður það þannig eftir áramót að sveitarfélagi ber ábyrgð á því eða ekki. Þetta eru svona ýmsir hlutir sem að ég veit að Samband íslenskra sveitarfélaga er að ræða við ríkið að ríkið verða að koma til móts við sveitarfélagin varðandi þessi stóru mál. Sveitarfélagin geta alveg tekið að sér að hirða sorp við heimili en stærri mál eins og landbúnaðar úrgangur, spítala úrgangur, byggingar úrgangur, þetta er bara miklu stærra og ríkið verður að koma til móts við okkur þar. Takk. Takk fyrir, Nanný. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá ber ég þessa samþykkt upp og bið ykkur að gefa merki ef þið samþykkt henni. Já, samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 3. lið. Að dagskrá, hér er önnur samþykkt, þetta er stjórn Ísafjarðarbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar. Hún er hér lögð fram til síðari umræðu og orðið er laust. Og það er enginn sem að kveða sér hljóðs og þá ber ég þetta upp til atkvæða, vinsamlega skil mig merki ef þeir eru samþykkt þessu. Já, samþykkt samhljóða.
Fjórði liður á dagskrá, það er tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1223 sem haldinn var 12. desember síðastliðinn að bæjarstjórn samþykki lista yfir þá starfsmenn sem ekki hafa verkfallsheimild hjá Ísafjarðarbæ í samræmi við minnisblað mannauðsstjóra sem dagsett er 7. desember 2022. Orðið er laust. Það er enginn sem vill koma í pontu undir þessu máli. Þá legg ég þetta fram til samþykktar og bið ykkur að gefa mér merki. Þetta er samþykkt samhljóða. 5. mál á dagskrá, þetta er Vallargata á Þingeyri eða Gramsverslun, er tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1223 sem fram fór 12. desember 2022 að bæjarstjórn samþykki að gengið verði til samninga við Kjartan Ingvarsson fyrir hönd fasteignafélags Þingeyrar EHF að yfirtaka Gramsverslun á Vallargötu 1 á Þingeyri. Orðið er laust. Arna Lára, gjörðu svo vel. Forseti ágæti bæjarfulltrúar, það var nú bara kannski aðeins að fara yfir þetta mál. Eins og þið munið þá auglýstum við húsið til, við óskuðum eftir áhersum að gera húsið upp og við fengum náttúrulega þessar 5 fyrirspurnir og óskuðum svo eftir frekari gögnum sem við fengum og þessar umsóknir voru sem var metnar eftir þessu matsblaði sem fylgir hér málinum og það er sem sagt til á okkar að gengi verið til samningu við Kjartan Ingvarsson. Við höfum auðvitað að gera þennan samning og hann mun náttúrulega bara byggja á þessu að húsið verði gert upp og það verði samfélaginu til sóma eins og hægt er en það er til þessu eins og öðru að þegar við erum búin að gefa húsið þá erum við búin að gefa það. Mér finnst bara mikilvægt að þó svo að við gerum kröfur þessi gert en þegar við erum búin að gefa hús þá er það kannski ekki rosalega sterkt, hvað maður að segja, við höfum ekki svo mikið það að segja þegar það er farið. Þannig að það skiptir svolítið máli að gera samningi vel sem við erum ekki búin að gera og ég vildi bara nefna þessu. Ég er allan rosa spennt að húsið fái þessa andlitslyftingu. Þetta er náttúrulega mjög sögufrægt hús og skiptir náttúrulega bara dýrfirðinga og okkur öll máli að það lítið vel út og verði, ég held að þetta er aðdráttarafl, þetta er hús sem hefur mikla sögu og er svona sérkennilegt, þannig að ég er allavega gríðarlega spennt fyrir því að þetta, ég var allavega að vona það að þetta verkefni gangi upp og svona, ég var allavega fremst í klappliðinu að þetta gangi upp. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Jóhann Birkir. Forseti, það kemur fram í þessu að það sé miða út frá því að Gramsverslun verði haldið á núverandi stað, verði ekki fært eins og deiliskipulag gerir ráð fyrir og þetta kallar þá á breytingu á deiliskipulagi og maður velti fyrir sér hvort að það sé hlutverk frá bæjarins eða nýra eiganda að breyta því og eins held ég að þetta er þó nokkuð breyting á skipulagi að leyfa húsin að vera á sama stað en ekki færa það eins og áður var gert, þannig að það er náttúrulega mikilvægt að íbúar fái eitthvað að maður segja áður en svona stóra ákvörðun tekin. Já, eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá ber ég þetta upp og leita samþykkis bæjarstjórnar að gengi verði til samninga við Kjartan Ingvarsson fyrir hönd fasteignafélags Þingeyrar. Ef þeir eru samþykkt í vinsamlega skrifa með merki. Þetta er samþykkt samhljóða.
Sjötta mál á dagskrá varðar Kómedíuleikhúsið. Þetta er tillaga frá fundi nr. 166 frá menningarmálanefnd. Fundurinn var haldinn 30. nóvember 2022 og þar sem lagt til við bæjarstjórn að samþykkja endurnýjun samnings við Kómedíuleikhúsið til 3 ára. Nefndin fagnar jafnframt samstarfi Ísafjarðarbæjar og Kómedíuleikhússins og telur alla aldurshópa samfélagsins njóta góðs af hinum öfluga leikhússtarfi sem Elfar Logi heldur úti. Og orðið er laust Kómedíuleikhúsið. Og það er enginn sem hefur beðið orðið. Þá ber ég þetta upp. Eru þið samþykkt því bæjarfulltrúar að samþykkja endurnýjun samnings? Vinsamlegast gefið með merki. Þetta er samþykkt samhljóða. 7. mál á dagskrá, það er aðalfundur hvetjanda HF, núna 2022. Hér er tillaga bæjarstjóra að Arna Lára Jónsdóttir og Neil Síran Þórisson verði tilnefnd til setu í stjórn hvetjanda fyrir hönd Ísafjarðarbæjar. Orðið er laust. Þá ber ég þetta upp. Er þið samþykkt því að þessir aðilar verði í stjórn fyrir hönd bæjarins? Vinsamlegast gefið með merki. Þetta er samþykkt samhljóða. 8. mál á dagskrá. Það er varðandi Torfnes. Hér er tillaga frá fundi íþrótta- og tómstundanefndar sem fram fór 7. desember 2022 að bæjarstjórn skipi nýjan starfshóp framtíðarskipulag Torfnes og ljúki þeirri vinnu sem hafin er. Forseti óskar eftir að varaforseti taki við stjórn fundar þessu óskar eftir að fá orðið. Orðið er þá laust undir þessu við og Sigríður hefur beðið orðið. Já, forseti og bæjarfulltrúar. Mér finnst þetta bara mjög spennandi og áhugavert. En ég hins vegar velti fyrir mér hvort nefndin sé að leggja til að við skipum nýja starfshóp með óbreytt erindisbréf og hvort að það er að fara fram einhver umræða aðra nálgun. Og nú veit ég ekki hvernig umræðan hefur verið í nefndinni, mér finnst það ekki skín í gegn, þannig að ég óska eftir ef einhver hefur getið svarað því hvaða skref við ætlum að taka. Nú var þessi starfshópur settur á fót 2020 og átti að skila þarna innan nokkra mánuða, þannig að það hefur ekki gerðist ekki, þannig að ég svona velti fyrir mér, eru sem markmið. Takk fyrir. Orðið er þá laust undir þessu lið og Kristján hefur beðið orðið. Svo bara. Já, forseti, bæjarfulltrúar, ég get ekki svarað þér, en ég kom hérna upp fyrst og fremst bara til þess að þakka fyrir þessa tillögu frá íþrótta- og tómstundanefnd og hvernig bæjarráð tók í erindi, því að þetta er upprunalega komið svolítið undir ramma í okkar framsóknarfólks. Við gerum okkur fulla grein fyrir því, svo sem að það er ekkert að fara á bullandi swing þarna upp á Torfnesi, en við höfum haft svolítið svona ákveðna sýn sem er svona öfundarsýn undir önnur sveitarfélög sem hafa svona íþróttamiðstöðvar allt á einum stað, sundlaug, líkamsrækt, knattspyrnusvæði, íþróttasvæði og fyrir mitt leyti, nú tala ég bara fyrir mig en örugglega fyrir ykkur fleiri, að mér finnst það bara svolítið flott. Mér finnst myndast oft svolítið skemmtileg stemning í svona húsum. Þetta verður hálfgerð félagsmiðstöð fyrir marga. Það þyrfti þá að vera þannig að það þyrfti að búa svo hnútana. Ég er svo sem ekkert með heildarlausn á þessu þó að ég sé með ýmsar útfærslur í kollinum, en hugmyndin okkar er sem sagt að einhverju leyti svipuð erindisbréfi, en við erum alveg tilbúin að skoða alla kosti, alla möguleika á því hvernig þetta fari, en við hefum svona
Okkar hugmynd svona að reyna að sjá hvort þetta svæði, hvernig það getur haldið úti og hvernig við getum komið fyrir sundlauginni, nýrri sundlaug, jafnvel húsnæðindir líka setja stöð og það sé hægt að hugsa þetta eitthvað víðar eins og að laga til dæmis geymslumál þarna frá sem eru í algjörum ólestri og húsið var aldrei hannað eins og bestari á kosið. Það væri einnig hægt að skoða að þarna getur orðið einhvers konar framleiðslueldhús því að það eru viðburðir þarna og það er erfitt að halda viðburði, stóra viðburði eins og húsið byggt núna og þetta bara svona framtíðarverkefni og við teljum bara mjög gott að við getum komið okkur saman að sjá fyrir okkur hvernig við getum haft þetta í framtíðinni, hvort sem að það sittir 5, 10, 15 eða 20 ára að fólk sé tilbúið að stefna þangað og gera þetta svæði að okkar íþróttamiðstöðvarsvæði hér í Skutulsfirði þeirra sem búa hér sko. Og í Hnífsdal og annar íbúa sem eru tilbúinir að nýta sér þetta. Það er allavega svona grunnhugmyndin. Erindisbréfið ekkert meitlað í stein og er alveg endilega að koma með ykkur hugmyndir um það. En þetta allavega okkar hugmynd og ég bara þakka fyrir að þetta sé komið af stað og gerir ráð fyrir að með umræður og í bæjarráði að það verði skipað á nýju ári þessi starfshópur. Ég færi þá Sigríði stjórn fundarins aftur. Takk fyrir þetta. Elisabeth hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar aðrir tileigendur. Ég sat í þessari nefnd. Ég get ekki útskýrt af hverju við fórum ekki lengra með þetta. Það bara einhvern veginn dagað uppi og margt í gangi þarna á þessum tíma. Ég lít svo á að erindisbréfið sé eins og Kristján var að lýsa svona okkar stefnu að það sé svona sama markmið og var sem lagt upp með þarna í þessu erindisbréfi að þessi heildarsýn og framtíðarsýn á þessu svæði. Eflaust það var búið að gera ákveðna þarfagreiningu og það var líka alls konar hugmyndir til, eldri hugmyndir sem var búið að skoða en eflaust þarf að fara bara í nýja þarfagreiningu, koma nýjar hugmyndir kannski en og skoða eldri hugmyndir líka en þetta var einhvern veginn ekki komin neitt lengra en ég lít svo á að íþróttatónlistanefnd sé að halda þessu verkefni áfram undir sömu formerkjum og það var sett af stað en takk. Takk fyrir þetta, Elisabeth. Dagný hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég sat nú þennan fund sem áheyrnarfulltrúi en það var ekkert rætt mjög ítarlega hvað nefndin sá fyrir sér annað en að skipa starfshóp en ég velti fyrir mér hvort að núverandi íþróttatómstundanefnd eða skipulags- og mannvirkjanefnd gæti tekið upp þráðinn þar sem frá var horfið heldur en að skipa nýja nefnd og greiða fyrir það tilhördni kostnað. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Dagný. Jóhann Birkir hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar. Þetta er ég veit ekki alveg hvar ég á að byrja, en framtíðarskipulagning íþróttamannvirkja á Torfnesi. Ég ég svo sem veit ekki alveg, en eins og þið vitið, þá er náttúrulega til deiliskipulag af svæðinu, sem er náttúrulega framtíðar hugmyndir uppbyggingu á svæðinu. Ef við erum ekki sammála þeirri útfærslu, þá er náttúrulega bara að gera breyta deiliskipulaginu og gera þá framtíðar pælingu. Ég átta mig bara hreinlega ekki á hvað þessi hópur á að gera. Það kemur fram hlutverk og
eitt af því er að gera tillögu til bæjarstjórnar hönnun, byggingu, útboð og hugsanlega áfangaskiptingu verksins ásamt rekstrar- og kostnaðaráætlun. Þetta er nú engin smá vinna þegar við sitjum með eitt blað og vitum ekki alveg hvað við erum að fara að gera. Ég held að við ættum nú bara svona aðeins að draga úr þessu. Við getum skoðað, það er minnst ákosti 2 þarfagreiningar tillögur til. Ein var gerð einhvern tímann 2010 eitthvað svoleiðis og önnur sem var síðan gerð þarna með líkansræktar aðstöðu húsinu og hafa vel lagt í þá og teiknað upp. Ætli það hafi ekki verið 2016 eða eitthvað svoleiðis. Og það er nú kannski allt í lagi að íþrótta- og tómstundanefnd kannski fjalla þetta og sjá hvort að þessar tillögur sem að þarna koma fram með þessu 5 eða 10 ára millibili, hvort það séu alveg orðnar úreldar. En ég myndi nú bara frekar vilja fela bara íþrótta- og tómstundanefnd að gera þetta en ekki að vera að skipa sérstaklega starfshóp. Ég sé ekki alveg ástæðuna fyrir þessum starfshóp, en alveg sjálfsagt að skoða svæðið, endurskoða deiliskipulagið. Íþrótta- og tómstundanefnd getur gert þetta þá með skipulags- og mannvirkjanefnd en að koma með tillögu til bæjarstjórnar á þessum tíma hönnun, byggingu, útboð og hugsanlega áfangaskiptingu. Ég held að sé ekki alveg komin tíma á það ennþá. Takk Jóhann Birgir. Kristján hefur orðið ykkur svo vel. Já, ég ekki sammála Jóhann við ættum að vísa erindi sem íþrótta- og tómstundanefnd vísar til okkar aftur til þeirra og láta þá gera vinnuna sem þau eru óska eftir að aðrir gera það. Ég held að við þurfum bara að endurskoða þetta erindisbréf. Ég held að Jóhann sé að fara allt og djúpt í og horfa á þetta erindisbréf muni gilda sem er kannski mistök að sé hérna. Ég sé fyrir mér að þessi starfshópur þurfum við ekkert að funda í hverju viku á næsta ári og það er ekkert verið að fara í einhverjar hannanir annars slíkt á næsta ári. Það er ekki peningar í verkefnið eins og þið vitið á fjárhagsáætlun. En það er vel hægt að fara í og skilgreina þetta svæði og deiliskipulagssvæði er bara íþróttasvæði. Ég held sem bara deiliskipulag sem íþróttasvæði. En það segir okkur ekkert hvað er þar og hvað mun vera þar. Segir okkur ekkert hvort það verður blakvöllur eða ekki. Þannig að ég skil ekki alveg hvað hann er að tala um að þurfa að breyta deiliskipulagi. Það er bara að ákveða hvað á að vera sem íþróttadæmi á deiliskipulaginu. Ætlum við að setja þarna strandbakvöll, ætlum við að setja þarna sundlaug, ætlum við að setja eitthvað annað á þetta svæði. Við höfum ekkert gert við þetta svæði lengi, það hefur verið skoðað og ég myndi bara endilega vilja að svona starfshópur myndi fá taka þetta bara í einhver alvöru og reyna að koma einhverju framtíðar horfum á þetta svæði því að það er alveg ljóst að til dæmis sundlaugun okkur hérna er ekki hentu í rekstri og ég er alveg sannfærður það að færa nýja sundlaug þarna upp yfir með tíð og tíma muni spara okkur töluvert rekstrarkostnaði. Það er bara eitthvað sem við þurfum að skoða í alvörunni. Þetta er mjög dýrt eintak sem við erum með þarna niður á Austurvegi, þannig að það er ein hugmyndin. Þannig að ég bara hvet fólk til þess að samþykkja að stofna starfshóp, þá bara með þeim formerkjum að þessi erindisbréf verði breytt og við skoðum það bara frekar sko. En það þarf bara þá virkilega, ef ekki og íþrótta- og tómstundanefnd að gera þetta, þá þarf eitthvað slagkraft í þá nefnd til að sjá þetta verkefni. Ég sé það ekki þegar þau eru að óska eftir því að þessi starfshópur taki til starfa aftur. Takk fyrir þetta. Arna Lára hefur beðið orðið. Forseti ákveðið bæjarfulltrúar, ég held að þetta sé að það er alveg tilefni til að ræða að rauninni Torfasvæðið, hvað við ætlum að hafa það og hvernig við ætlum að hafa það. Það gæti bara verið fínt að hafa það í starfshópi. Þó svo við sem ekki að fara að gera neitt þar á morgun og við erum ekki að fara að panta inn einhverja hluti eða eitthvað svo leist, þá held ég að sé bara ágætt fyrir okkur að vita hvert við erum að stefna og þannig að þegar við erum að taka ákvarðanir núna næstu árin þá erum við með eitthvað skipulag í huga
sem snýr að Torfnesinu, þannig að við séum ekki alltaf eitthvað á einhverjum uppáhalspunkti, við þurfum að fara að breyta þetta deiluskipulagi eða við þurfum að gera þetta, þannig að mér finnst sú hugmynd hjá íþróttatónlistum bara góð, bara að sé eitthvað framtíðarsýn með Torfnesið, já þetta ætlum við að gera á Torfnesi og ná einhvern veginn svolítið sátt það. Það eru til alls konar gamla teikningar misgóðar og það eru nokkrir búnir að reyna að púsla þarna. Þetta náttúrulega eitt af dýrmætustu svæðum þessa fjarðar, kannski fyrir með bæinn, að margt sem við viljum setja þarna er að við erum með ofboðslega takmarka landrými, þannig að við þurfum að vanda okkur svolítið vel þarna og það er líka alveg hárrétt sem Kristján nefnir að það vantar verulega upp á íþróttahúsið á Torfnesi og sérstaklega þegar kemur á geimstóðsna, við erum í bölvuðu basli með alls konar hluti þarna og það var náttúrulega bara byggt þarna fyrir 30 árum, svo höfum við eiginlega ekkert gert neitt meira. Við erum núna að basla því að koma upp þessari lýsingu og því miður náum við ekki að gera það í jólafríinu eins og við ætlum að gera því við fáum ekki ljósin fyrir í janúar, þannig að við verðum að nota páskafríði til þess og þannig erum við að tala bara aðstöð sem er bara ekki boðleg. Þannig að þetta bara svolítið vesen, þetta svæði, þannig að ég leist vel að þessa hugmynd íþróttatónlistar að búa til einhverja framtíðarsýn sem við getum svo með tíð og tíma fyllt inn í með húsum, kaupum, tækjum og allt sem þarf til að gera þetta góðu svæði. En við erum ekkert að fara að gera neitt að neinu viti næstu 2 árin nema að gera góðan íþróttavöll, fótboltavöll sem er náttúrulega heldur betur stórt verkefni. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo er ekki. Forseti leggur það til að þessu máli verði frestað sinn og bæjarstjóra verði falið að útbúa nýtt erindisbréf sem yrði þá lagt fyrir bæjarstjórn ásamt tillögu að skipa starfshóp. Ég ber þessa tillögu upp hér fyrir fundinn og vinsamlega skeiða með merki. Þetta er samþykkt samhljóða. Og þá er það 9. mál á dagskrá, það er tjaldsvæði Tungudal, framlenging á samning. Þetta er tillaga frá 127. fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar sem fram fór 30. nóvember síðastliðinn að bæjarstjórn samþykki samningi í Halldórssonar EHF vegna reksturs tjaldsvæðisins í Tungudal. Hann verði framlengdur þá til 2 ára í samræmi við 4. grein samningsins. Orðið er laust þennan samning. En Nanni, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, það var árið 2018 sem við gerum samning við verktaka að taka þessi rekstur tjaldsvæðisins. Þá hefðum við verið í umhverfis- og framkvæmdanefnd að velta fyrir okkur rekstur tjaldsvæða í sveitarfélaginu. Við hófum vinnu við stefnumótun fyrir tjaldsvæði í Ísafjarðarbæ. Við kláruðum hann ekki, en við ætlum að taka hann upp núna og halda áfram að gera stefnu fyrir okkur. Því að eins og staðan er núna, þá erum við með nokkur tjaldsvæði innan sveitarfélagsins sem eru í mismunandi rekstri. Við erum sjálf að reka tjaldsvæði á Þingeyri. Það eru einkaaðilar að reka tjaldsvæði við eins og í Korpudal í Önundarfirði. Svo hefum við boðið út tjaldsvæði eins og inn í Tungudal og á tímabili var einkaaðili einnig að reka tjaldsvæði við menntaskólann á Ísafirði. Þannig að það eru nokkur rekstrarform og við viljum bara skoða þetta mjög vel, hvernig við viljum hafa rekstur tjaldsvæða í sveitarfélaginu og hvar við viljum hafa rekstur og gefa okkur bara svolítinn tíma í að finna út af því að það eru flestir byggðakjarnar vilja hafa tjaldsvæði innan byggðamarkana þar sem að það er alltaf gaman að taka múti gestum og það er líf og fjör kringu tjaldsvæði en það er kannski ekkit endilega á hendi sveitarfélagsins
að sjá rekstur 5, 6 eða 7 tjaldsvæða. Þannig að við viljum gera stefnu. Við vildum gefa okkur tíma til þess að vinna það, þess að lagði umhverfis og framkvæmdarnefnd til að það yrði bara framlengt þessum samning eins og ákvæði segir til 2018 þegar við buðum þetta verkefni út, þá var rekstur tjaldsvæðisins kostaði þá Ísafjarðarbæ eitthvað 800–900.000 á ári. Tjaldsvæði var opið í 3 mánuði á ári og viðhaldskostnaður við tjaldsvæði var í kringum 1 milljón. Þannig að í samningnum kveðið á að rekstraraðili hann sjái allt viðhald á svæðinu, bæði á lausafé og lóðalendum, og hann haldi svæðinu snyrtilegu og hreinu og þjónustu ferðamenn eins og hann getur. Og það hefur gengið mjög vel, verktakinn hefur séð bara mjög vel svæðið og við sjáum engan meinbúa því að framlengja þessum samning. Þannig að ég legg til að þið samþykkið þessa tillögu frá umhverfis- og framkvæmdarnefnd. Já, Elisabeth hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Mig langar ekki að spyrja Nanný hvort að við ykkur komið til tals í nefndinni að stækkun á tjaldsvæðinu í Tungudal. Ég veit að það var náttúrulega mikil aðsókn í það á tímabili sumar og uppselt og víða í kring líka orðið fullt og nágrannasveitarfélög hafa verið að stækka hjá sér og til dæmis bara með bílastæðamál. Það lítið af bílastæðum í Tunguskógi og þannig að það verið að taka kannski stór eða mikið pláss bara frá út af bílum sem eru með þá hjólhýsi og annað í eftirdragi. Þannig að ég vildi bara athuga hvort það hafi eitthvað verið rætt stækkun. Takk Elisabeth. Nanný, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, við ræddum það ekki, en það það sem við ætlum að taka inn í þessa stefnumótunar vinnu með tjaldsvæðin. Af því það líka svo hugmyndir að það verði tjaldsvæði í Súðavík, að það verði tjaldsvæði á Flateyri, það verði tjaldsvæði í Hnífsdal og á Ísafirði. Þannig að við þurfum bara að skoða hvaða tækifæri við sjáum, hvað við höfum stórt svæði og hvernig við viljum gera þetta. Þannig að við erum bara algjörlega á 0 punkti núna. En við höfum náttúrulega þessa fínu greiningavinnu í sambandi við skipulag í Tungudal og Seljalandsdal. Þannig að það verður svo sem tekið inn í þetta líka. En þessi umræða fór ekki fram. Takk. Nanný, fleiri sem vilja taka til máls til þessum lið? Svo ekki. Þá ber ég þetta upp og bið bæjarfulltrúa að gefa mér merki ef við samþykki því að samningurinn verði rekstur tjaldsvæðis verði framlengdur. Og þetta er samþykkt samhljóða. Þá 10. mál á dagskrá, það Suðurtangi 6 á Ísafirði. Hér tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar nr. 597 sem haldinn var 24. nóvember síðastliðinn að bæjarstjórn heimili útgáfu lóðaleigusamnings við Suðurtanga 6 á Ísafirði, þó aðeins til 10 ára í ljósi óvissu með framtíð skipulagsmála á Suðurtanga. En þetta í samræmi við gildandi deiliskipulag Suðurtanga, íbúðar og þjónustusvæði. Það breytingatillaga vegna þessara umsóknar. Forseti, og hún svona, forseti bæjarstjórnar leggur til við bæjarstjórn að málinu verði afturvísað til skipulags- og mannvirkjanefndar með vísan í að bæjarstjórn ákvað á fundi nr. 498 sem haldinn var 15. september síðastliðinn að endurskoða deiliskipulag á Sundabakka. Bæjarstjórn telur rétt að endurskoða deiliskipulagið á Suðurtanga í heild sinni áður en gerðir verði lóðaleigusamningar sem geta haft áhrif á þróun svæðisins. Jafnframt leggur forseti til við bæjarstjórn hafi verið vinna við endurskoðun deiliskipulags á Suðurtanga, íbúðar og þjónustusvæði sem samþykkt var 15. nóvember 2015 með tillit til þess hvort íbúðabyggð henti á Suðurtanga samhliða þeirri starfsemi sem fyrir og að breytingi verði unnin þá í tengslu við endurskoðun aðalskipulags. Orðið laust. Jóhann Birkir, gjörðu svo vel.
vegna tengsla minna við einn af umsækjendum lóðina þá ætla ég að víkja af fundi undir þessum lið. Takk fyrir. Þetta er þá fært til bókar og Jóhann Birkir hefur vikið af fundi. Orðið er laust og forseti las upp áðan breytingatillögu sem að ég vil vera viss að fólk hafi móttekið það. Þannig að þá ber ég upp þessa breytingatillögu sem að ég las upp áðan og vinsamlega skifum merki ef þið eru samþykk þessari tillögu. Og hún er samþykkt samhljóða af þeim sem eru viðstaddir núna. Þá er það 11. mál á dagskrá. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 598 sem haldinn var 8. desember síðastliðinn að bæjarstjórn heimili útgáfu lóðaleigusamnings fyrir skeið 5 á Ísafirði í samræmi við framlagt mæliblað tæknideildar. Orðið er laust. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs, þá ber ég þetta upp til atkvæða vinsamlega skefið með merki ef þeir eru samþykkt þessu. Þetta er samþykkt samhljóða. 12. mál, það er Hlaðsnes við Súgandafjörð, umsókn lóðaleigusamning. Þetta er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 598 sem haldið var 8. desember síðastliðinn að bæjarstjórn heimili útgáfu lóðaleigusamnings fyrir Hlaðsnes 1 á Suðureyri í samræmi við framlagt mæliblað tæknideildar. Orðið er laust. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs, þá ber ég þetta upp til atkvæða og vinsamlega skefið merki ef þeir eru samþykkt. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 13. lið. Hér er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 598 sem haldinn var 8. desember síðastliðinn að bæjarstjórn heimili útgáfu lóðaleigusamnings fyrir Hjallaveg 3 á Suðureyri í samræmi við framlagt mæliblað tæknideildar. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá ber ég þetta upp til samþykkis vinsamlega skefið með merki. Þetta er samþykkt samhljóða. 14. mál, það er tillaga frá fundi skipulags- og mannvirkjanefndar númer 598 sem haldinn var 8. desember síðastliðinn að bæjarstjórn samþykki viðauka við lóðina Dagverðardal 11 á Ísafirði samkvæmt framlögðu mæliblaði tæknideildar. Orðið er laust. Þá ber ég þetta upp til samþykkis vinsamlega skefið með merki ef þið samþykkja þessari stækkun. Samþykkt samhljóða. Þá eru hér lagðar fram fundargerðir. Það er bæjarráð, fundargerð, fundar númer 1222 sem haldinn var 5. desember. Fundargerðin er í 14 liðum og orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá er hún framlögð. Fundargerð númer 1223 frá fundi bæjarráðs sem haldinn var 12. desember síðastliðinn. Fundargerðin er í 15 liðum. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá er hún bara framlögð. Fræðslunefnd er það næst á dagskrá. Það er fundargerð fundarfræðslunefndar nr. 447. Fundurinn var haldinn 8. desember síðastliðinn og er fundargerðin í 3 liðum. Er einhver sem vill taka til máls? Svo er ekki, þá er fundargerðin lögð fram. 18. mál á dagskrá, þetta er íþrótta- og tómstundanefnd, fundargerð fundarnúmer 237. Fundurinn var haldinn 7. desember síðastliðinn og er fundargerðin í 4 liðum. Orðið er laust og þá er enginn sem kveður sér hljóðs og þá er hún lögð fram. 19. mál, það er menningarmálanefnd, fundargerð menningarmálanefndar númer 166. Fundurinn fór fram 30. nóvember síðastliðinn og er fundargerðin í 7 liðum. Orðið er laust. Enginn sem kveður sér hljóðs, þá er hún framlögð.
Númer 21, það er skipulags- og mannvirkjanefnd, þetta er fundargerð fundarskipulags- og mannvirkjanefndar númer 598. Hún er lögð fram hér til kynningar, fundurum var haldið 8. desember síðastliðinn og er fundargerðin í 18 liðum. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá er hún lögð fram. Númer 21, það er umhverfis- og framkvæmdanefnd, fundargerð 127. fundar. Bittu nú, hér er nú einhver ritvilla. En ég gerir ráð fyrir að þetta sé 127. fundur umhverfis- og framkvæmdanefndar sem haldinn var 30. nóvember 2022. Fundargerðin er í 4 liðum. Orðið er laust. Nanni Arna, gjörðu svo vel. Forseti bæði fulltrúar, við erum búin að halda annan fund eftir þennan og bara til upplýsingar ef að fólk hefur áhuga að það tókum við fyrir 2 mál sem að má allavega segja að annar máli sé alveg brennandi heit kartafla en það er mál sem heitir grenjavinnsla, ref og minkaveiði. Við fórum yfir reglurnar sem eru frá 1997 og fórum starfsmanni að hafa samband við Umhverfisstofnun og leita upplýsinga frá öðrum sveitarfélögum og leggja fyrir minnisblað. Við tókum þetta ekki fyrir á síðasta fundi vegna tímaskorts og ætlum bara fjallum þetta frekar eftir áramót. Sama með snjómokstur og við skoðum snjómokstursreglurnar og það er náttúrulega bókun sem segir starfsmanni nefndar falið að uppfæra snjómokstursreglur í samræmi við umræður á fundunum sem snerist aðalega það að það vantaði götur inn í skjalið okkar. Þannig að nýjar götur í sveitarfélaginu er ekki á moksturskjalinu, þannig að þeir eru ekki í forgangi og við ræddum einnig á síðasta fundi að þegar við gerðum þessar forgangsreglur þá vorum við náttúrulega alltaf að miða við áhaldahúsið sem hafði takmörkuð tæki úr að spila, þess vegna þurfti að stilla upp einhverju forgangi en við erum náttúrulega búin að breyta því núna þannig að það er útboð og við getum bara væntanlega fengið þau tæki sem við þurfum. Þannig að við ræddum það svo sem á síðasta fundi líka hvort það vættum eitthvað að útvikla þessar forgangsreglur, setja fleiri götur í forgang 2 þar sem við hefðum í rauninni bara fleiri tæki. En þá, ef við gerum það, þá þarf bara fólk við ákveðnum götur að hafa samband við okkur, bjóða okkur gull og græn og skóga og við munum að reyna að pota götunum þeirra inn á rétta staði. Þetta var grín, en mér finnst að skjóta skokku við að til dæmis Holtahverfi með nærri 600 íbúa, það skulle verið í forgangi 3 með alla þessa íbúa, þannig að það er eitthvað sem við munum skoða þar. Takk. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar númer 126? Ef svo er ekki, þá er sú fundargerð lögð fram eða framlög. Síðasta mál á dagskrá, það er fundar umhverfis- og framkvæmdanefndar númer 127. Þetta er fundur sem var haldinn 9. desember og er fundargerðin í 5 liðum. Orðið er laust og það er enginn sem að hefur sér hljóðs, þá er hún lögð fram og þá er dagskráin tæmd. Þetta er síðasti fundur fyrir jól og ég óska ykkur öllum gleðilegra jóla, bæjarfulltrúar og áhorfandi og áheyrendur. Takk fyrir, fundi er slitið.